það 12. október fyrir þá sem að hlusta á þetta eftir á og ég kom með línuna á Gunnar Borgþórsson, þjálfari á Selfossi. Komdu blessa og sæll ekki? Sæll og blessur. Herðu, þið voruð að núna ákveða hver var í þjálfari eða ekki kvennaliðsins í kvöld? Já, við reyndar ákveðum það fyrir dálítið síðan en það var tilkynnt leikmönnum í dag, núna rétt eftir kvöldmátt og svo var það sett tilkynnt inn á netsíðun. Já, í kjálfarið. Það að halda þessum fjölmiðlum og fjarlæði svona, þeir með ekki tilkynna allt strax? Nei, ekki strax, það rétt með leiðir allavega að fara fyrst í liðið. Já, nákvæmlega. En já, hver þessi Valur og Brian sem að taka við Selfoss-liðinu? Herðu, Valur og Brian er 24 ára gömul úr Winter Park í Florida. Spilaði með Selfoss-liðinu 2012 og 2013. Það liðið sem var fyrsta árið í Pepsi-deild og svo var ég með hana í fyrsta árið mitt líka. 2013. Gríðarlega flott stelpa, vel menntaður þjálfari og reynslu mikill og þáttur ungan aldur og bara einn flottasti karakter sem ég hef þjálfað og unni með. Og hef búin að vera núna í nokkur ára að reyna að ná henni á Selfoss í þjálfun og það tókst loksins. Við náðum að heilla hana með þessu spennandi verkefni. Já, og þú hefur vitað það að hún væri sem sagt góður þjálfari? Já, klárlega, hún er frábær þjálfari og bara frábær leiðtogi og það er það sem að kannski þjálfara starfi snýst alltaf mikið að vera leiðtogi og tilbúin til að fórna tíma og bara öllum þínu tíma í starfi allan eins og við höfum verið að sinna þessu og hún er tilbúin til þess, þekki kröfurnar og þekki hvað við höfum verið að leggja í þetta þannig að hún kemur með eitthvað nýtt inn í kvennabottan á Íslandi og úr sinni þjálfun og verður gríðarlega spennandi. En já, hópurinn náttúrulega hjá Selfoss-liðinu, þetta sami kjarnin það ekki sem helst áfram sem hún verður þarna með? Jú, þetta bara nokkuð þannig, þetta sami kjarnin sem hefur verið núna síðustu ár og það er kannski styrkur liðsins hvað mikið af þessum hundtryggu heimastelpum og stelpum svæðinu eru tilbúin til þess að vera með liðin áfram og allir leikmenn samfundir, það hefur verið að klára síðustu leikmenn núna með þessari og næstu viku og svo er markmaðurinn okkar búin að framlengja þannig að það er gríðarlega gott að vera strax búin að tryggja okkur góðan markmann sem við vitum hvernig spilar og hvernig karakter er. Liðið verður sterkt eins og síðustu ár. Já, þannig að hún tekur við miklu veldið þarna. Já, klárlega og tekur við ábyrgðar, mikil ábyrgð að þjálfa eitt af bestu liðunum í þessari deild og á landinu í dag en færa sjálfsögðu hjálp frá okkur sem hafa verið að standa í kringu liðið og leikmenninu sjálfum. Leikmenninu þekkja hann náttúrulega bestar og nú voru komin leikmenn tilbaka sem til dæmis eins og Katrin Nýr sem spilaði ekkert með vegna barnir núna síðan tímabil. Hún er að koma tilbaka og hún gríðarlega reynslu mikið til góða leikmann og hún er að koma inn líka með reynslu og þekkingu og getur klárlega að hjálpa nýju þjálfara í nýju starfi. En já, þú verður það ekki með kallalið? Jú, ég verð með kallalið og ástandunum Jóa mínum, hann kemur með mér yfir í strákana. Já, þú heldur makkarninum áfram? Já, við vinnum mjög vel saman og ákvaðum að gera þetta saman áfram. Þannig að þið eru að fara að kenna strákunum að spila eins og stelpunar? Já, hann má kannski segja þannig. Ég veit það nú samt ekki alveg. Við erum ekki að byrja í þessu verkefni en við ætlum allavega að reyna að gera sitt okkar svip á liðið og koma þeim aftur á þá stað sem það er eiga heima. Og nú er náttúrulega akademían og yngreflokkastarfi búið að vera á fullum gangi þetta haustið sem var að hefjast núna. Hvernig hefur það farið fram? Það bara gengur gríðarlega vel. Við erum eitt árið í viðbót alltaf fjölgar iðkendum yngreflokkum hjá okkur og lítur mjög vel út og nú erum við að byrja mjög spennandi samstarf annað árið í röð þar sem við keyrum iðkendum okkar alla einu sinni viku í Hveragerði og náum að æfa þar inn í Hamarshöllinni
hérna síðustu viku þá var hérna 30 manna hópur og frá sænska knattspyrnusambandinu að skoða svona yngri flokka þjálfunni hjá okkur og í rauninni þjálfun kvennmanna og uppbyggingu kvennalist þar sem að þeir hafðu svona heilt góða sögur frá Selfossi. Þannig að það er bara allt í fullu sving. Og já, svo eru sunnlensku fulltrúnir okkar, þeir spila á morgun út í Tyrklandi. Já. Hvernig svona leggst sá leikur í þig, Ísland-Tyrkland? Bara vel, sko. Þessi leikin það er ekki hægt annað heldur en að lítast vel á þessa leiki, sérstaklega þess að við erum öruggir uppi. Ég er svona að vona að hérna, okkar strákar fái tækifæri og hérna, ég veit reyndar ekki hvernig ástandið á Jón í dag er, en ég hefði, hérna, það var gríðarlega gaman að sjá Viðar fá einhverja mínútur. Hvað viti? Já, nákvæmlega. En svona, nú horfðið þú væntanlega ekki leikinn á laugardaginn? Landsleikinn? Já. Jú, ég reyndar fór ekki á hann, ég horfði á hann hérna við sjóðfunni heima. Og svona frá þjálfara auganu séð, hvað hérna þurfa strákarnir að bæta sig núna frá gegn Lettum? Ég held að þeir bæti svona ekki mikið af þessum dögum, sko. Þetta er náttúrulega bara erfiðir leikir og þú veist svona að spila svona landsleiki, sko. Þetta er svo mikið bara hvernig leikurinn er lagður upp og hver er að fara að spila og það er alltaf allir að fara að gera sitt besta, sko. Ég held að það verður nú aldrei tekið af þeim, sko. Þannig að ég þeir bara að halda áfram að spila sinn leik eins og þeir hafa verið að spila og hérna spila góða varnarleik þá tökum við 3 stig. Já. Gunnar Borgþórsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangi vel í vetur. Já, bara takk svo fyrir. Bestu þakkir. Heiðir. Já, þannig nú það er komið nýr þjálfari náttúrulega og já, hún fær fullt traust þarna. En já, þáttur kvöldsins verður ekki lengri að sinni. Ég byrðist afsökunar að ég þurfa að slökkva á okkur núna, en ég ætla kannski að minna á leikina sem framundan eru í boltaíþróttunum. Það eru núna annað kvöld, þá eru, ef við byrjum bara hérna á Ólís Karla, það eru leiki núna á fimmtudaginn. Það er í Vodafone-vellinum Valur Víkingur og Grótta ÍR í Hersvöllinni klukkan 7:30 og svo klukkan 8 í Framhúsinu Fram Afturelding, og svo er það á föstudaginn í Vodafone-vellinum Valur IPVAF klukkan 6, efstu 2 liðin. Það er eftir 2 vikur, ég er alveg langt fram úr dagskráni hérna. Það er náttúrulega Evrópuleikinir hjá IPVAF næstu helgi. Við höfum að fjölmenna til Eyja næstu helgi. En hins vegar í Ólisteild kvenna er heilumferð framundan núna næstu helgi á laugardaginn. Vodafone-höllinni Valur Fylki klukkan 12:30 í Vestmannaeyjum, IPVAF KA Þór klukkan 12:30. Schenker-höllinni er Haukar Stjarnan klukkan 12:30 og Selfoss Grótta klukkan 2. Svo í Dalshúsum klukkan 4:30 er Fjölnir ÍR. Svo sunnudaginn er HK FH í Deiranesinu klukkan 2. Og í fyrstdeild karla þá voru heilumferð á föstudaginn klukkan 7:30 í TM-höllinni Stjarnan Mílan, þar sem efstu 2 liðin mætast, og Selfoss er Selfoss HK klukkan 7:30 og Laugardalshöllinni Þróttur Fjölnir, og í Kaplakrika er IH KR klukkan 8. Svo er körfuboltatímabilið að hefjast núna og eins og ég sagði fyrir kvöld, það er núna fimmtudaginn IR Tindastóll, Haukar Snæfell, FSU Grindavík í Iðu korter yfir 7, og föstudaginn er Stjarnan KR Njarðvík Höttur og Þór Þorlákshöfn Keflavík klukkan korter yfir 7. Og í Dóminusdeild kvenna sem hefst núna á miðvikudaginn, þá er Valur Keflavík, Stjarnan Haukar. Þessi leikir núna á miðvikudaginn klukkan korter yfir 7 ásamt Hamar Snæfell sem er korter yfir 7. Og í fyrstdeild karla, hún hefst núna líka, hefst á föstudaginn KFÍ Þór Akureyri klukkan korter yfir 7, Reynir Sandgerði IA á sama tíma, Fjölnir Hamar klukkan 7:30 og svo Valur Skallagrímur klukkan 7:30 og Ármann Breiðablik klukkan 8. En ég ætla að taka ykkur fyrir hlustunum í kvöld og biðja ykkur að njóta vikunar. Við heyrum Stress og Kátt eftir viku í sportþættinum.
sé hár